Heyri, við erum hérna frá Villikattafélaginu á leiðinni í smá leiðangur en við erum með svona gjafabréf frá Krónunni og við erum í samstarfi við þá og ætlum að fara í svona góðgerðarverkefni. Gleðja, gera góðverk í dag. Já. Það er okkur markmið. Og hvernig ætlum við að gleðja, Þórdís? Við ætlum að gleðja dýralæknana. Það kom ekki annað til greina þegar við vorum að hugsa um þetta en að gera góðverk og gleðja dýralæknana sem eru alltaf að gleðja okkur, tilbúin að taka mót okkur. Fylgjast þið með okkur. Komið með. Svona kort algjör snilld ef við langar að gefa einhverjum eitthvað sem á til dæmis allt. Og það er þetta nálgast svona kort á kassunum í Krónunni eða á krónan.is og svo er þetta að leggja inn að þau og það er þetta að fylla á þau bara og það er ekki að koma og ná í nýtt kort í hvert sinn. Þannig að þetta er algjör snilld. Gefa svona inneign í Krónuna. Já, til dæmis þú gefur einhverjum í jólagjöf núna þetta árið. Það bara setur upp hann inn á og svo bara fyllir á næstu jól. Mjög þægilegt. Þarftu ekki svona að fara út í húsi líka, þú getur bara gert þetta á tölvunni. Ótrúlega þægilegt. Sendur hann svo bara skilaboð við erum búin að fylla kortið þitt. Já. Alla dýralæknastöðvarnar hafa verið að hjálpa okkur heilmikið í okkar starfi, bæði við að hjálpa litlum kettlingum sem eru að finnast veikir úti og eins við geldingar á villiköttum og þetta er bara ómetanlegt að hafa svona fólk í sjálfboðastarfi í rauninni fyrir okkur, annars getum við aldrei sinnt þessu starfi. Við getum aldrei sinnt þess að við höfum ekki dýralæknastofuna sem að gefa okkur mjög góða afslætti af vinnu sinni og við erum líka með geldingadíla fyrir alla sem fá kettlinga hjá okkur. Það hefur skipt verulega miklu máli fyrir fólk. Já. Við viljum hvetja alla til að nýta á þessa afslætti og fara með kísurnar í geldingu. Það er okkar markmið. Við erum ekki að láta kettina frá okkur til þess að fara að fjöldaframlega aðra kettlinga. Jæja, mættar í Krónuna. Komið með okkur. Við ætlum að finna eitthvað sniðugt til að gleðja. Hvað er nú besta staffið í Krónunni? Viljum við ekki kaupa eitthvað nammi handa? Jú. Kattatungur væri eitthvað snið. Ekki hér. Hvað er nammi? Ásinn. Þarna. Ég sé hann eitthvað. Situr raukur og sóhaldni. Sko, henni er eitthvað. Þetta er nú bara frábært verð. Já, mjög gott verð á Macintosh. Þetta er greinist. Það myndi nú gleðja dýralæknana og starfsfólkið. Er það ekki? Sammála því? Jú, ég er sammála því. Mér finnst þetta bara mjög gott verð. Þetta dugar á kaffistofuna. Já. Þetta líka, nú er komið 5.000. Við erum með 4.000 krónur, það ekki? 3.000 krónur. Já, við erum búin að ákveða. Kattatungur fást ekki hérna. Nei, við fundum enga kattatungur, þannig að það verður bara Macintosh. En það er risastórar dósir og nógandi öllum. Við ætlum að taka 5. Það eru 5 stofur sem við höfum verið í samstarfi við á þessu ári. Þannig að jólin koma snemma hjá dýralæknunum í ár. Hérna er hægt að kaupa gjafakort Krónunnar á öllum kassunum í öllum búðum Krónunnar. Þannig að nú ætlum við að prófa og vita hvort okkar virkar ekki. Jæja, þá ætlum við að prófa annan kassa því að það var eitthvað vesen á hinum. Bara rennur kortin í. Yes, sko. Við glaðar. Sjáu þið hvað þetta er mikið nammi? Við taka einu sem. Við ætlum að taka eina. Nei, við borðum ekki sykur, er það? Nei, ekki svona. Þetta katta að konu bíl.
Já. fullur af kattamat ef maður myndi með hitt villikött einhvers staðar á ferðinni. Alltaf kattamatur í bílnum, nóg á honum. Nú ætlum við að fara að pakka þessu inn og svo förum við á stofuna. Svo förum við að gleðja. Gera góðverk. Og við hvetjum ykkur til að gera góðverk líka í dag. Það geta allir gert góðverk. Það þarf ekki eins og að kosta krónu. Eitt stutt stopp, við ætlum að pakka þessu hérna í sellófan og setja fallegt kort á. Það er Gerdís. Það veit að setja í fallegt. Og jólalag. Við setja svona sætt kort á. Þetta eru myndir frá skjólstæðingum okkar. Það er broti af þeim, það er að segja. Marja, hún er alveg professional innpakkari. Nú pakka ég nokkrum svona. Hvernig ætlum við að byrja? Dýralæknastofa Reykjavík verður með þeim fyrstu sem að byrja í samstarfi með okkur. Og þá ætlum við bara að verða að byrja á þeim. Byrjum á þeim. Náum í glæðningin. Það eru ófáir geldingar. Já, við erum sko búin að fara með marga hingað í geldingu. Ángand aftur pissulúkina sem ég. Það er eitthvað, hvað er flott? Hérna aðeins svona. Takk fyrir. Og takk svona. Það er eitthvað. Þetta er bara smá fyrir hérna stórmæðin og... Takk fyrir gæla. Þetta er bara. Dýralæknastofa Reykjavíkur, snillingar hér. Ekkert nema snillingar. Við erum komin á dýralæknastofuna Grafarholti en þeir eru bæði með útibú í Reykjavík og Hafnarfirði og við getum nýtt okkur báða staði sem er rosa þægilegt. Og nú býðum við bara eftir henni Steinunni Geirs. Hún er okkar aðal skvísa. Hún er að lækna einhvern hund held ég. Við erum bara að færa þér smá svona á kaffistofuna. Já, kaffistofuna. Og það er æðislegt. Takk sem er leiðis, ég stemdi ykkur ekkert smá. Núna erum við komin hérna í Víðidalinn. Þetta er síðasta stopp í bili, eða svona næstu því. Og ætlum að færa þeim hérna gjöf. Takk hérna. Þá erum við komin á fjórða staðinn sem er dýraspítalinn í Garðabæ. Hérna hafa alltaf tekið rosalega vel á mót okkur með litla veika kettlinga. Við notum dýraspítalinn í Garðabæ mest þegar við þurfum á að halda með veika kettlinga og þær eru yndislegar hér og mjög klárar. Þannig ég ætla að færa þeim glaðning. Nú er ég bara ein hérna, þannig að ég ætla að gera þetta ein. Þá erum við búin að afhenda 4 frábærum dýralæknastofum smá glaðning í tilefni dagsins. En við eigum eftir að færa einni stofu, en hún er út á landi. En það er dýralæknastofa Suðurlands sem er á Stuðlum, rétt hjá Selfossi. Og við þurfum eiginlega bara að fá að nota tækifæri einhvern tíma þegar við erum á ferðinni og færa þeim líka. En þetta er rosa gaman og takk fyrir að vera með okkur í dag. Og það er rosalega gaman að gleðja ykkur og við hvetjum alla til að gera góðverk í dag. Gleðjið einhvern sem ykkur þykir vænt um eða ekki vænt um. Það kannski hittir meira í mark og eigið góðan föstudag.